og takk fyrir Ísak fyrir að spila fyrir okkur. Við höfum ekki heyrt í þér lengi, rosa gott að heyra í þér. Og í dag þá erum við með aðeins öðruvísi samkomu en vanlega, guðþjónustu, og það verður mikið sungið, jólasálma og svo ætlum við að lesa líka inn á milli texta úr þrá aldanna fæðingu Krists. Verða teknar upp gjafir eða já, þá verða teknar upp gjafir núna. Kæri himneski Faðir, þakka þér Drottinn fyrir allt það sem þú gerir fyrir okkur og að við höfum allt sem við þurfum, Drottinn, og þú gefur okkur svo mikið að við getum gefið tilbaka til þín líka. Ég bið Drottinn að þú blessir þessar gjafir og að þú mættir margfalda þær og við mættir gefa okkur þessum söfnuði visku til þess að nota þetta rétt. Ég bið í Jesú nafni, amen. Þá ætlum við að syngja sálm númer 102, Kom þú, kom vor Immanuel.
ætla Kristjana að lesa fyrir okkur. Nafn hans mun vera Immanuel, Guð með oss. Birtuleggur af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. Frá eilífð var drottinn Jesú Kristur eitt með föðurnum. Hann var ímynd Guðs. Ímynd mikilleika hans og hátignar, ljómi dýrðar hans. Hann var í heiminn borinn til þess að opinbera þessa dýrð. Hann kom í þennan syndum myrkvaða heim til að opinbera ljós Guðs kærleika, til að vera Guð með oss. Þess vegna var hann spáð. Nafn hans mun vera Immanuel. Þá ætlum við að syngja sálm númer 110 sem börn af hjarta. Kristján. Komu frelsarans var spáð í Eden. Þegar Adam og Eva heyrðu fyrst fyrirheitið væntu þau skjótrar uppfyllingar þess. Þau fögnuðu frumgetnum syni sínum í þeirri von að það kynni að vera endurlausnarinn. En uppfyllir fyrirheitisins dróst. Þeir sem fyrst fengu það dóu án þess að sjá hana. Allt frá dögum Enoks var fyrirheitið endurtekið fyrir munn ættfeðra og spámanna og hélt það við voninni komu hans. En þá kom hann ekki. Spádómur Daníels tiltók komutíma hans. En ekki túlkuðu hann allir boðskapinn rétt. Aldir liðu, raddir spámanna þögnuðu. Hönd kugarins lá þungt á herðum Ísraels og margir voru reiðbúnir að segja: tíminn dregst og allir vitranir reynast marklausar. En í áformum Guðs þekkist engin flýtir og engin seinkun, fremur en hjá stjörnunum á óravíðum brautum sínum. Einmitt á þeim degi sem hið guðlega fremur en hjá stjörnunum á óravíðum brautum sínum. Einmitt á þeim degi sem hið guðlega fyrirheit hafði tiltekið
voru allir hersveitir drottins út af Egyptalandi. Á sama hátt hafði í hinu himneska ráði verið ákveðið stundin fyrir komu Krists. Þegar hinn mikla klukku tímans benti á þá stund, fæddist Jesús í Betlehem. Og nú ætlum við að syngja sálm nr. 113, Þú borgin litla Betlehem.
áður en að við heyrum söguna. Gleðilegan hvíldardag. Okay, this morning we are going to talk about something that goes on. Og í dag ætlum við að tala svolítið sem að fer á tréð. What do you see on the very top? Hvað efst á jólatrénu? Stjarna. Okay, let me ask. Og mér langar að spyrja ykkur, What do you think about when you see? hvað hugsið þið þegar þið sjáu stjörnu? What do you think about? Hugsa Jesú og stjörnuna sem var á jólunum? Wish. Að óska sér einhvers? Do you think about how the big sky is? Hugsið stundum það hvað himinin stór? Ég ofta að hugsa það. Many stars. Það svo margar stjörnur á himninum og tunglið líka. Og fyrir langa löngu There was a big star. þá var stór stjarna sem kom mörgum á óvart. And there were two kings. Og það voru 3 konungar And they decided to study that star. eða vitringar og þeir ákveðu að rannsaka þessa stjörnu. And those 3 kings Og vitringarnir 3, were the wise men. þeir voru vitringar, þeir voru konungar. Do you know the story of the wise men? Þekkið þið söguna vitringana? Do you know anyone? Já. Where did they travel? Hvert ferðuðust þeir? Where did they go? Did you hear that? Heyrðu þið hvað hann sagði? Bethlehem. Til Betlehem. So they saw the big star Þeir sáu stjörnuna and they studied it og rannsökuðu hana and they thought og hugsuðu, something was going on. það hlýtur eitthvað að vera að fara að gerast. Það hlýtur konungur að vera að fara að koma. Yes. Þannig að þeir tóku gjafirnar sínar And they said, og sögðu, we are going to visit our king. við ætlum að fara og heimsækja konungin. Og þeir lögðu af stað. Okay, question again. Önnur spurning. When do you see the star? Do you sometimes wish to know? Óskið þið ykkur einhvers þegar þið séu stjörnu? Hvenær sér maður stjörnur? Do you make a wish when you see a big star? Þegar þið séu stóra stjörnu, óskið þið ykkur einhvers? Or a shooting star? Eða þegar þið séu svona hrapandi stjörnu eða stjörnurhrap? En við þurfum aldrei að óska okkur þegar við séum stjörnu ef við þekkjum Guð. Því að Guð mun sjá okkur. Því hann frelsarinn okkar. Og jólin snúast einmitt hann. So next time, Þannig að næst, when you see the star, þegar þið sjáu stjörnurnar, I want you to think about þá vilja þið hugsið all the good things that Jesus has done for you. að þið hugsið allt það góða sem Jesú hefur gert fyrir ykkur. And maybe you could say a little prayer Og kannski getið líka beðið and say like, Jesus, og sagt við Jesú, Jesú, thank you for saving me. takk fyrir að frelsa mig And thank you for being a great king. og þakka þér fyrir að vera svona góður konungur. What does it sound? Hvernig hljómar það? Okay, thank you for listening. Takk fyrir að hlusta.
Á völlunum þar sem Davíð gætti hjarðar sinnar voru enn fjárhirðar nótt að gæta sauða sinna. Í næturkyrrðinni voru þeir að tala saman hinn fyrirheitna frelsara og þeir báðu til Guðs að konungurinn kæmi í hásæti Davíðs. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði í kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Þá ætlum við að syngja sálm nr. 89, Englakór frá himnahöll. Með því að koma og dvelja meðal okkar skildi Jesús opinbera Guði bæði mönnum og englum. Hann var orð Guðs, hugsun Guðs gerð heyranleg. Í bæn sinni fyrir lærisveinunum segir hann: Ég hef kunngjört þeim nafn þitt, miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég í þeim. En þessi opinberun var ekki eingöngu gefin jarðneskum börnum hans. Okkar litli heimur kennslubók alheimsins, hið dásamlega náðaráform Guðs. Leyndardómur hins endurleysandi kærleika stefið sem englana fýsir að skyggnast inn í. Og það verður námsefni þeirra eilífar tíðir. Bæði endurleystar og ófallnar verur munu finna í krossi Krists vísindi sín og söng. Í ljós mun koma að dýrðin sem skín frá ásjónu Jesú dýrð sjálfsfórnandi kærleika. Í ljósinu frá Golgata mun sjást að lögmáli óeigingjars kærleika lögmál lífsins fyrir himinn og jörð. Að kærleikur sem leitar ekki síns eigin á upptök í hjarta Guðs, og að í hinum auðmjúka og lítilláta birtist hugarfar hans sem býr í ljós sem enginn fær til komist. Þá ætlum við að syngja sálm nr. 98, Hin fegursta rósin fundin.
Og næst ætlum við að syngja sálm númer 92 frá Ljósanna Hásal. Íris að lesa fyrir okkur. María hugleiddi hinn víðfeðma og afdrifaríka spádóm Símeons, meðan hún virti fyrir sér barnið í örmum sínum og rifjaði upp fyrir sér orð fjárhirðanna í Betlehem, fylltist hún þakklátum fögnuði og björtum vonum. Orð Símeons myndu hana á hinn spámanlegu orð Jesaja. Af stofni Ísei mun kvistu frá spretta og angi uppvaksa af rótum hans. Yfir honum mun hvíla andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og ótta drottins. Réttlæti mun vera belti lendar hans og trúfesti belti mjaðmir hans. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkrana skín ljós. Því að barn oss fætt og sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, nafn hans skal kalla undraráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Oh
Vitringarnir yfirgáfu Jerúsalem einir. Skuggar næturinnar voru að falla þeir fóru út borgarhliðið, en sér til mikils fagnaðar sáu þeir aftur stjörnuna sem leiðbeindi þeim til Betlehem. Þeim hafði ekki verið gefið neitt hugboð smæð Jesú á veraldarvísu eins og fjárhirðunum. Eftir langa ferð sína hafði áhugaleysi gyðinga valdið þeim vonbrigðum og þeir fóru frá Jerúsalem með meiri efasemd en þá þeir komu þangað. Í Betlehem fundu þeir enga konunglega varðsveit til að gæta nýfædda konungs. Engir virðingar manna heimsins voru nærstaddir. Jesús hvíldi í jötu. Foreldrar hans, ómenntað bændafólk, gættu hans einir. Gæti þetta verið sá sem hafði verið ritað að hann skyldi endurreisa ættkvísl Jakobs og leiða heim aftur þá varðveist hafa af Ísrael. Og hann ætti að verða hjálpræði til endimarka jarðarinnar. Það ætlum við að syngja sálmur 106, Litla fagra stjarna. Barn oss fætt, sonur oss gefinn, á hans herðum skal höfðingadómurinn hvíla. Guð hefur tekið á sig mannlegt eðli í persónu sonar síns og hefur flutt það í himinhæðir. Það mannsonurinn sem meðeigandi að veldistóli alheimsins. Það mannsonurinn sem nefndur mun verða undraráðgjafi, Guð hetja, eilífðarfaðir, friðarhöfðingi. Ég meðalgangari milli Guðs og manna og leggur hendur yfir báða. Hann sem heilagur, svikalaus, óflekkaður, greindur frá syndurum, telur sér eigi vanvirðu að kalla okkur bræður. Í Kristi fjölskyldan á himnum og samfélagið á jörðu hvort öðru bundið. Kristur sem gerður dýrlegur bróðir okkar. Himinin innilugtur í mannkyninu og mannkynið umlugt í barmi hins takmarkalausa kærleika. Guð segir líð sinn: þeir gimsteinar í höfuðdjásni sem gnæfa glitrandi á landi sínu. Já, hversu mikil gæði þess og hversu dýrleg fegur þess. Og þá lokasálmurinn og það sálmur númer 93 og ef ekki að rísa á fætur og syngja þennan saman. Bye.
Við skulum þá biðja til þess að, við skulum biðja til þess að ljúka þessari samkomu. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir að senda son þinn til þess að deyja fyrir okkur. Þakka þér fyrir að við höfum frelsun í þér. Þakka þér Drottinn fyrir þína miskunn og umburðarlyndi gagnvart okkur og þakka þér fyrir að þú elskar okkur svona mikið. Viltu hjálpa okkur að muna það alltaf? Viltu hjálpa okkur að skilja kærleik þinn til okkar og að við mættum alltaf sýna þér þakklæti okkar með lífi okkar? Ég bið að þú blessir okkur dag, þennan hvíldadag og geymir okkur í vikunni og viltu líka blessa umræður okkar hérna á eftir í hvíldadagsskólanum. Þess bið ég í Jesú nafni. Amen.